5, 4, 3, 2, 1. Já, komið sæl og velkomin í þennan úrslitaleik. Bjartur Hafþórsson heiti ég eða Sakila og með mér er Sævar Snorrason eða Asetia. og já, það eru fáir leikir sem við höfum verið jafn spenntir fyrir og þessi. Já, segðu. Úrslitaleikur efri deildar. Já, það verður heldur betur öskrað mikið í kvöld. Já, má vona það. Þetta verður alvöru. Þess má til gamans geta að liðið náttúrulega mættust í deildinni og já, þetta var Tröll voru eina liðið sem að tókst að vinna Böðla í deildinni. Já, það er svoleiðis. Og já, uppskera þar með því að fá að spila við á í úrslitaleiknum. Já, það er já, virkilega gaman að sjá hvort þeim tekst ætlunarverkið aftur í þetta skiptið. Það er kannski ágætt að við byrjum á því að segja við þá sem eru að horfa að deila linknum, deila streyminu og fá fleiri til að horfa því að þetta er alveg stór og flottur skemmtilegur leikur og náttúrulega stærsti leikurinn hingað til og bara því fleiri sem að horfa því meira credibility fær deildin og því auðveldara verður að stækka deildina í framhaldið, þannig að bara algjörlega muna að fá fólk sem að þið vitið að geta haft áhuga til að horfa. Heldur betur. Nú, kannski með við býðum að ég segja þér litla sögu sem ég lenti í vikunni. Já, lát þér. Við vorum nýbúnir að vera að kynna eða lýsa svona leik og tengdamamma mín var að segja við mig í gær að að hún var eitthvað kvöld í síðustu viku að fara að sofa og hún heyrði svo bilulæti úr íbúðuna. Ég og kærastinn minn erum með íbúð sem er samföst húsinu sem að tengdaforeldrar mínir búa í og hún heyrði bara eitthvað bilulæti og hélt við værum að rífast alveg heiftarlega. Bara, hún var bara með hnút í maganum og hélt bara sambandið okkar væri í mólum og við værum bara alveg brjálu út í hvort annað og eitthvað og ég væri ógeðslega reiður og eitthvað. Og þá kom í ljós að ég var bara að lýsa leik og það var bara innlifun og mikið að gerast. Ég var bara spenntur. Það hefur bara verið spennandi. Já, þannig að það var kannski betra en áhorfst. Já, veistu. Já, alltaf hundi. Já, þú ert vantanlega búin að varna við kvöldunni kvöld þá. Já, hún veit líka alveg að ég er vilsingur. Ég segi ýmislegt. En þetta er bara ógeðslega gaman aðeins maður. Mjög svo. Ég held að já, mér sýnist að Sindri sé enn og aftur missing in action og Papaya fyllir skarðið hans en Papaya búinn að
koma inn sem gríðarlega sterkur leikmaður en það síðustu leiki Já, heldur betur. Þetta er stórt skarð að fylla en stór maður að fylla það. Já, ef ég sagði það ekki þá sem sagt í tröllum sem að Sindri er í. Papaya komin inn í staðinn fyrir núna í þessum leik. Það er spurning hvort ég fari með litla skrítna vísu í tilefni þessa úrslita leiks. Já, láttu vaða. Efri deildin endar senn, allir vilja meira. Úrslitin þó eftir enn og kannski eitthvað fleira. Böðlabræður eðalmenn hvattir vel til dáða. Elda trölla súpu senn, ef þeir fá að ráða. Andstæðingar eru tröll, en verða ekki að steini. Fleygja böðlum niður fjöll og kryfja þá að beini. Leikar hefjast eftir smá, gríðar mikil spenna. Hvort liðið endar ofan á mætist þessi tvenna. En við ætlum að sýna eitt myndband áður en að leikar hefjast sem að var að koma brakandi festur ofninum og við skulum bara skella því í gang og koma svo að vörmuspori. Gera það. Já, við erum mættir aftur og mikið erum við spenntir. Frábært myndband sem að, já, ég held ég farið með rétt mál í þetta skiptið og segja að Guðst hafi verið að gera þetta myndband. Virkilega skemmtilegt. Og ég held að það hafi verið klárað bara virkilega nýlega. Já, bara einhverju mínútum fyrir leik held ég. Eðlilega fá allt það besta inn í leikinn. Og já, ég held að við sem bara þarf að vinda okkur í þetta. Ég er svo spenntur maður. Leikur ársins. Þetta er leikur ársins. Það verður gaman að sjá hvort að, já, tröllin geta leikið sama leik og síðast og hreinlega tekið böðlana. Eða hvort að þeir eru búin að læra sína leksíu og ætla að svara fyrir sig.
Það myndi allavega veluna þeim sigur í deildinni. Já. Og er það ekki það sem allir að segja eftir? Jú, það er pínu þannig. Ready for battle. Jæja, komin á Nepal og CMD, bolta, gálgafrestur og dífu. Bæðileg með symmetru, spurning hvort þetta teleporta spawni eða setja upp að pointi. Þetta er nú map sem er ekki sjálfséð að symmetra setja upp að pointi. Nei, það er rétt. Svo er double bubble í liði böðla. 5, 4, 3, 2, 1. Round 1. Capture the objective. Og við erum komin að stað. Snorlax Mundi skiptir í Tracer og Snorlax líka. Já, sömuleiðis. CMD er komin á pointið en að fela sig. Bæði lið taka hér high ground á móti ykkur öðru. 10 sekundur í að pointið opnist. Böðlarnir droppa niður. CMD tekur út af Snorlax. Fyrsta pickið hér, Snorlax tekur CMD og Steel byrjar að kappa. Gálgafrestur ætlar að stoppa það eða hvað, nei, bakkar af og Böðlar búinn að kappa hér. Steel stekkur inn og droppar aftur niður. Tröllin bakka aðeins Snorlax með pikki á Munda líka. Og Númling tekur CMD. Tröllin eru hér 4 á móti 6. Steel hoppar upp á þak. Það er svo í smá féluleik. Þannig til að færa cooldowns tilbaka. Snorlax og Mundi í Tracer baráttunni. Gálgafrestur hjálpar til og Mundi nær að taka Snorlax út. El Maestro hins vegar tekur Papaya á meðan. Spurning hvað gerist hér, CMD tekin út af Dordingli. Og Mundi contesta point fyrir Tröll. Gálgafrestur misti mekka pointi og fellur í kjölfarið. Lítur ekki vel út fyrir Tröll, þurfa að bakka aftur út. Reyna að grúpa hér. Böðlarnir komnir í 50%. Og komnir með 2 ult, nálgast 4 og næstum 5 á meðan að Tröllin eru heldur lengra burtu frá ultunum sínum. Deadeyið og pulsebombið, grafið, nanoið og bráðum transið. Já, Tröllum. Nei, fyrirgeðu, Böðlum. Byrjar Tracer bardaðin í... Nano kemur út á stíl og Snorlax með risastóra sprengju sem tekur báða supportana á Tröllum. Mundi tekur Snorlax hins vegar Futark, tekur CMD og Tröllin eiga erfitt uppdráttar hér. Böðlarnir halda þessu mjög vel. Mundi hins vegar tekur El Maestro. 10% eftir, ég held að séu 12 sekundur. En nú þurfa Tröll að hafa fljótar hendur. Já, Hraðar hendur. er að koma hérna á pointið 4 sekundur, 3, 2. Transi kemur út og nú gerast hlutirnir. Kom út ultinn frá báðum liðum. Mines frá CMD. Papaya tók Númling út. Böðlarnir, spurning hvað gera hér. Steel hendur í Primal Rage. Kemur grafið út frá El Maestro. CMD og Tröll dráp í því en falla ekki við það. Gálgafrestur nær El Maestro. Það er búið! Þeir einfallega sína Fóru aftur af pointinu. Já, Það glemdist smá að fæta á pointi hér. já, þetta var óheppilegt fyrir Tröllin. Spurning hvort að þeir læra af þessu. Og Gálgafrestur segir hrókur á reit C9, þið eigið að gera. Það er áhugavert það sem að var Gálgafrestur sem að fóra af pointinu ásamt liðsfélögum sínum. Ætli hann sé ekki hrókurinn. Getur verið hrókur alls fagnaðar þetta var. Ef hann spilar svo dífi eins og hann hefur verið að gera. Já, hann hefur nú oft verið það. Oft verið þessi hrókur. Virkilega góður off-tank-spilari Gálgafrestur. 5, 4, 3, 2. Og við erum komin yfir á stað aftur. Egillar er komin yfir á Mercy. Mundi skiptir aftur yfir í Tracer. Snorlax gerir það ekki og heldur symmetrunni. Bæði við eru með Sigma. Bæði lið með Sigma, Orisa hjá Böðlum og Bolti hjá Tröllum. Liðin eru búin að rótera heila bara skiptum spawn. Komin þeim megin að mappi sem að hitliði byrjaði.
MD fyrir gróður hérna inn, reynir að gera eitthvað en er tekinn út. Tekin út stönnaður illa. Og já, þá geta böðlar kannski púsað aðeins meira inn. Enginn að snerta point, jú. Kemur Snorlax og byrjar að kappa pointið en Trölladráp, já, ætlaði að snerta en hætti við. Og Mundi mættur á pointið, Dordingull tekur CMD. Styttist í ult frá Dordingli, 81% í hænunni. Þetta er dagið. Galgafrestur búinn að missa skjöldin sinn hér og Trölladráp tekur Dordingull. Ulti kemur þá ekki í þessum fight fyrir en allavega seint. Hins vegar kemur út gluggi frá Númling. En virðist ekki ná að gera neitt gríðarlega mikið. CMD í virkilegum vandræðum að detta út af mappinu. Hangir og já, er tekin út á meðan Mundi finnur engan með pulsbombinu. Allavega gott einhvert haldið á Númling. Dordingull finnur Munda svo. Þetta er erfitt fyrir Tröll. Ekki að ná að kontesta pointið almennilega hér. Hér eru Tröll einfallega bara að bakka. Þurfum að bíða eftir Munda hér. En CMD fellur á meðan. Það er ansi dýrt. Kostar mikinn tíma. Og já, það er ekki mikill tími á þessum control möppum yfir höfuð. Sjáum að Mundi er eitthvað að hika í spáninu, skiptir í föru. Papaya kom með deadagið. Egill Ari og Trölladráp líka með ult og sömulegis El Maestro, Dordingull og bráðum Snorlax í, já, Hér er CMD komin í bak, ræðst á El Maestro, en bakka strax út. Papaya hendir í deadeye, en Snorlax ultar til að reyna að loka sidelines. CMD er í baklínu á Hins vegar kemur svo Dordingull með ulti en finnur heldur engan. Trölladráp hendir í Transcendence. Tröllin nálægt í að kappa hér, gera það. Mikið á ultum að koma hér, glugginn frá Númling. Flott! Já, CMD og Gálgafrestur, báðir fallnir, tankarnir í Tröllum. Þetta er erfitt því að, já, böðlum vantar bara 7%. Nú þurfa Tröll að snerta einfallega og þurfa að gera það hratt. CMD mætir með Mines, spurning hvort það sé nóg Mundi, finnur Snorlax. Kemur hins vegar beat frá Futhark. CMD er að kontesta, fellur samt hér. Nú þarf einhver að snerta Papaya, mættur. Mundi finnur Futhark, Egill Ari ressa CMD á pointinu, það er stórt. Mundi með barasið. Finnur Dordingull. Og eru Tröllin hugsanlega að snúa þessu við hér. Þau gera það! Pointið, Gálgafrestur tekur Númling. CMD finnur El Maestro. Stíl er í vesenni og fellur líka og nú þurfa böðlarnir að bakka og safna sig saman. Upp á nýtt. Gálgafrestur komið með flögsið og Stíl á bongo-trommuna hennar Orisu. Spurning hvort að bongo-tromman verður nóg. Papaya finnur Snorlax snemma hér sem er komin yfir á Tracer og flögsið kemur út frá Gálgafrest, finnur já, Futhark en næri ekki að taka hann út. CMD tekur Immortalityð. El Maestro í baráttu við Gálgafrest. Sigma á móti Sigma. Og El Maestro bakkar til liðsins. Tröllin komin upp í 60%. En ef að böðlarnir snúa þessu við einu sinni, þá eru þeir líklegir til að vinna. CMD kom með önnur Mines og Trölladráp með Transcendence. Glugginn kemur út frá Núma. Og Mines frá CMD. Trölladráp hendir í Transcendence. CMD nær Futhark með Mines. Stíl er einn á pointinu, gæti verið í vesenni. Hann er frekar lár og fellur hér. Og já, þetta lítur ágætlega út fyrir Tröllin hér. Papaya finnur Snorlax og já, núna er, já, Tröllin hefur auðvelt með að hreinsa þetta upp. 92%. Nú þurfa böðlar að vera fljótir. Já, hafa ekki mikið tíma, ég er ekki viss um jú, Futhark nær væntanlega að snerta, en lítill tími eftir. Og þetta er round sem að þeir taka í Tröllum 1-1 á þessu mappi. Tröllin komur skemmtilega tilbaka hér. Og hér segir CMD hestur á F6. Þetta er alvöru rugludallar eins og við.
En þetta nú eins konar tabbleikur því að það er mikið af strategíu í gang hér. Flott spila hjá Tröllum að ná að koma svona tilbaka. Ég meina, Böðlarnir voru næstu búnir að vinna þetta undirmapp eða þetta round bara 99 á móti 0 eða 100 á móti 0 en Tröllin náðu að snúa því við og bara rífa pointið alla leið upp í 100 og taka roundið sem er bara virkilega vel gert. 3, 2, 1. Round 3. Spurning hvort við fáum að sjá meira symmetry play hér. Nei, mér sýnist Mundart alltaf skipta. Já, fyrir föruna en Snorlax heldur symmetryni. CMD er kominn á flankið, er kominn hérna á point hjá Böðlarnir eru fljótir að setja upp á pointi með symmetry hreininu. Spurning hvort það borgar sig. Spila double shield, Reinhardt og Orisa. Fínasta dynamít frá Papaya. Inn fyrir CMD. Og 1 sekúnda í að pointið opni. Böðlar nálægt í að kappa, CMD fyrir inn til að stoppa það. Mundi finnur Dordingul. Stílins að finnur CMD og Böðlar kappa pointið. Það er erfitt að komast inn á þetta point. El Maestro tekur Munda. Charger svo en finnur engan stíl, tekur Eilara út. El Maestro gálgafrest. Tröllin þurfa að bakka hér. Papaya og Trölldrápins verður ennþá á highgroundinu. Lengi að koma sér út eða deyja. En virðist alltaf að gera það samt eða hvað. Trölldrápi erfiðri stöð og El Maestro tekur eftir því, hleypur á hann og drepur hann. Úff, þetta var ansi dýrkeypt. Já, dýrstakar. Númling komið með gluggan eins og Baptiste spilarar gera svo oft, fá últið gríðarlega snemma. Reyndar svolítið liða þessu rondi en þeir eru iðulega fyrstir samt sem aður. Fínt dynamít frá Papaya sem hittir 5 á pointinu. Og Böðlarnir teleporta út og upp á highground og ætla að taka hann að Papaya og drepa hann. Taka hann einfaldlega bara lífi. Virkilega skemmtilegt og fara svo bara aftur á pointið. Mjög yfirvegaður í sínum leikstíl en Mundi hendur í barrage. Nær Dordingul, svo kemur bæði supportúltinn hjá Böðlum, nýr teleporter út. Allir Böðlarnir fara af pointi og svo aftur inn á það. Kemur út frá Snorlax á symmetru. Bobbingin frá Papaya en hittir ekki inn á pointið, óheppilegt. Og bongotromman kemur út frá stíl. Það er erfitt fyrir Tröllin að komast inn á þetta point. Það er svo mikil pressa. Mikið af skjöldum sem að loka á þetta á Númling. Finnur Egil, ekki dress í billi en CMD með fín mines. Neyðir Böðla af pointinu. En Númling finnur Munda bara og Snorlax CMD svo. Gálgafrestur reynir að kontesta point. Papaya finnur Númling og Trölldráp Dordingul en ólíklega er það nóg. Gálgafrestur reynir að fá nýtt mekk, fær það ekki og já, Böðlarnir ná ekki að snerta þetta. Virkilega tæft samt en tókst ekki að snerta það. Já. Og Böðlar taka þá fyrsta mappið. Sjáum hér play of the game frá Snorlax. Örugglega pulsebombið sem tók báða supportana í Tröllum. Býður átekta, greinilega þolinmóður leikmaður. Skák og má. Það var vel gert. Kannski við tökum okkur eitt moment að með býðum eftir að næsta mapp verði ákveðið og segjum bara, já, hvað samfélagið á NAG mikið lof að þakka fyrir þetta mót. Þetta mót væri ekki hlutur ef að NAG væri ekki til, ekki í því formi sem það er í dag. Og maður vinnur mikið og hart að því að láta þetta gerast og á allar bakkir skilið. Með milljón spurningar á dag og ég held jafnvel að við gætum þurft að fá hashtag #TakkNag í tjattið til að sýna hvað við erum ánægð með þessa veislu sem þetta mót er. Auðvitað fullt af fólki sem kemur að því en NAG er heilinn á bak við allt saman og við erum þakklátt fyrir það. Já, hashtag #TakkNag. Og næsta mapp verður Hollywood hér. Bæði lið, Tröll fyrirgefið hafa sýnt skemmtilega takta á þessu mappi. Voru það ekki þau sem að tóku alltaf rotationið þar sem að þau komu sér á bak við
pointið og fóru upp á high groundið fyrir aftan það. Ég er fyrir ekki að það. Spurning hvort við fáum að sjá einhverja slíka takta hér. Böðlarnir ætla að byrja að verjast. Ready for battle. Sjáum að Mundi heldur sig á förunni og Papaya ennþá að skálgafrestur hins vegar ákveður að fara yfir á Roadhog. Og já, ennþá spila böðlarnir svolítið svona bunker komp með 2 skildi, Baptiste og Ass, svo Makri og já, Futhark er á Zenyatta, væntanlega fyrir betra target focus. Þegar lið spila á virkilega háu leveli að þá getur Discord orbið verið alveg svakalega skaðlegt ef að dauðadómur, einfallega dauðadómur fyrir þann sem fær það. Já, ef lið eru duglega að fókusa targets. Og hér sjáum við að tröllin leggja af stað. En CMD tekin út bara strax. Virkilega góð pressa hérna og Mundi nálægt í að falla líka. Böðlarnir ætla greinilega ekki að, já, ætla ekki að leyfa þeim þetta auðveldlega. Setja gríðarlega pressu hérna alveg strax og gálgafrestur hættu við að fara Roadhog og fara niður á Sarju. Hér er CMD að reyna að finna einhverju opnun. Já, hvað gerist hér? Tröllin svolítið bara bíða, væntanlega eftir að einhver abilities séu notuð eða eitthvað slíkt til að fá glugga til að komast inn eða leyfa Munda að spamma úr fjalla, samt erfitt þegar eru 2 skildir. Farin heil mínúta núna og trölladráp, ég veit eftir hverju voru að bíða. Þú voru að farma nanoið fyrir CMD. Trölladráp er komið með það, þannig að nú stekkur hann inn og fær nanoið. Er ítt niður? Ítt niður en Papaya finnur El Maestro og þetta var getur verið erfitt fyrir Böðla. En Númling hins vegar tekur CMD út. Mundi í fyndni stöðu hérna, fugli í glerbúri en tekur Futhark bara út. Tröll virðast alltaf að taka þetta. Já, virkilega vel gert og sniðugt hjá þeim. Það sem þau gerðu fyrir það sem ekki föttuðu var að, já, þau leyfðu þeim að skjóta sig þannig að trölladráp geti fengið nanóið fyrir það að heala CMD sem að stökk svo inn með nanó og já, það gerði útslagið. Virkilega vel spilað. Efla vel þessi tröll. Hér er það. Úff, og stíl er nokka hérna niður að Munda. Þannig að Snorlax er skilinn eftir 1 á high ground, reynda að kemur Dortmungur til hans og El Maestro svo til að píla. Já, við sjáum að Snorlax og Dortmungur, DPS-arnir í Böðlum eru báðir konum með ult og hér kemur Bobbin út en Mundi hendir í Barras en finnur engan. Númling tekur hann bara út og já, Böðlarnir hreinsa hér allt upp. Númling er leikmaður sem að, já, er ofta að dulbúa sig sem support en skýtur svo bara alla í hausinn. Finnur svo leiðis. Spilar Baptiste og hægri klikkar liðið og vinstri klikkar óvinina. Og hér er trölladráp að nálgast annað nano. Spurning hvort við sjáum eitthvað álíka play á áðan þegar það kemur út. En Futhark á Transcendancy sem hann reynir samt væntanlega að geima fyrir Gravitóni hjá Gálgafresti sem að fer að nálgast líka. Trölladráp stekkur inn og Trölladráp, nei, fyrir ekki CMD en er tekin út og fekk ekki nanóið þarna. Spurning hvort að Trölladráp sá hann ekki eða ákveða að bíða. Mundi tekin út líka og já, Papaya fellur og erfitt fyrir Trölladráp að komast út og eiginlega. En nú eru alveg svolítið mikið últum í bankanum eða á leiðinni í bankan. Já, Geta fyrir grafið inn hjá Gálgafresti. Það eru 5 ult í boði hjá Tröllum og 3 að verða 5 hjá Böðlum. Þannig að við sjáum væntanlega gríðarlega mikið af últum fljúga út hér í þessum bardaga sem er að fara að hefjast. En já, vonandi kunna liðin sig og nota þau ekki öll í einu. Nú stekkur CMD inn, aftur fær hann ekki nano en já, Bobbin kemur út frá Snorlax og Papaya
En Bobbin fer að sofa. Númling tekur bara Bobbin hans Papaya út en Steel kominn í gravitonið frá Gálgafrest. Dordingull hins vegar heldur í Deadeye og finnur Munda á meðan Snorlax fann eiginlara. Sýnist tröllum fyrir að bakka út hér eða hvað. Futhark finnur trölldráp og CMD reyndar eitthvað að juggla Dordingli, finnur hann en er í erfiðri stöðu og fellur hér. 2 mínútur eftir fyrir tröllin og Nanóðu var notað síðast. Þeir notuðu 4 af þessum 5 últum og Mundi skipta hetju, hann er nánast eins og þeir hafi notað 5. En böðlarnir notuðu 4 fyrirgefðu. Papaya er komin inn á Widowmaker. Það verður gaman að sjá hvað hann gerir hér. Kannski gleymdum að nefna það áðan en El Maestro skipti yfir á Dífu þegar að pointið tapaðist því að Sigma er ekki jafn góður í að taka hægrátið. Hér Kemur út reyna fínt tröll að dínamít. býta payloadinu. Já, En El Maestro ætlar ekki að leyfa það. Nei. Papaya hins vegar með pikki á Dordingull. Rosalegur hitgun spilari Papaya. Og CMD tekur Steel. Núna, reynir Snorlax að droppa. En fellur við að El Maestro eins og að tekur Papaya en tröllin er að verða bara að íta alla leið. Og böðlarnir svolítið langt fyrir aftan. Futhark og Númling er að nálgast en ná ekki að snerta í tæka tíð. Rétt svo náðist að klára þetta hjá tröllum og vel gert og eru bara að hreinsa böðlarna upp hérna. Númling hins vegar tekur CMD út. Og eiginlega. Notar pulsebomban Mundi til þess að hreinsa þetta upp. Það var áhugavert hjá böðlum að leyfa þeim að íta þessu svona rosalega lengi. Ætluðu greinilega að nýta þessa stöðu á highgroundinu til þess að fá valjúið en gerðu það kannski aðeins svo lengi. Ætluðu að vonast til þess að fá bara að skjóta það frítt en náðu ekki að kapitalisa það, finna killinn. Og 1,5 mínúta eftir fyrir tröll hér. Þau eiga 4 út Mundi með pikki á Dordingull. Nanóðu kemur út á CMD. Grafið kemur út frá Gálgafrest. El Maestro svaraði með bombu en finnur engan Papaya. Headshot af babytífuna á El Maestro. Lítur vel út fyrir tröllin hér. CMD jugglar Steel. En Steel á nólíu eftir. Og Papaya finnur Futhark. Og Mundi Dordingull. CMD fær bara ressi frá Aglegara. Bongoði kom út frá Steel og það er að hjálpa til því að Númling og Snorlax finna sigur pikki í Gálgafrestinu þegar tekur Snorlax á móti. Steel fyrir eiginlara Númling, trölladráp. Lítur ekki vel út fyrir tröllin núna. Snerist hratt við þegar Steel poppaði últið sitt. Papaya einn eftir og bakkar út. 30 sekúndur og bara pulsebomb sem að tröllin hafa í vopnabúrinu einmitt núna. En Mundi er að koma sér í stöðu til að nota pulsebombið sitt. Já, en Númling hendir í gluggan. CMD ætlar að reyna að stingpússa. Tekst ekki og þetta er erfitt 10 sekúndur eftir. CMD ekki með neitt support og hálfur í lífi og þarf að snerta. Og hann er bara tekinn út og hérna eru böðlar bara búin að stoppa þetta. Sýnist mér, nær enginn að snerta. En tröll komist nú langleina með þetta. Já, mjög góði taktar og gaman að sjá hvað tröllin eru ákveðin þegar að þau ákveða að kommitta á fæti. Það er svona, maður sér það bara að þau fara frá því að vera að póka og píka og reyna að fá svona kannski picks úr lengra reynsi og svo allt í einu klikkar eitthvað og CMD stekkur inn, yfirleitt færa nanóið og þá hrekkur allt í gang. Verður áhugavert að sjá hvaða strategíu böðlar ætlar að nota til þess að taka fyrsta pointi hér. Já, og hvað tröllin ætlar að gera á defensinu. Tröllin virðast alltaf að fara Reinhardt, sem við erum ekki búin að sjá mikið af núna. Nei, CMD náttúrulega þekktur fyrir apan sinn.
Þess maður nú að geta að Reinhardt nú ekki jafn góður hann var fyrir bara hvað, viku síðan? Já, Því, já, því að af honum voru tekin 50 líf, eða armor. já, einmitt. Mér var að detta í huga að, já, hugsanlega heiti CMD út af því að hann elskar apan og finnst hann cozy monkey diff gæti það staðið fyrir. Já, það má vera. En hann ákveður að fara Reinhardt hér. Já, tröllin fela sig hérna bara fyrir aftan sjókið. Já, Bíða einfallega eftir böðlum. ætla hugsanlega að spýta inn hérna eða hvað. Já, gera það, koma virkilega hratt út. En já, fyrir svo að bakka, búið með cooldownið sín. Snorlax Mættur að pointi og CMD fjall. Það ekki tekinu strax allavega. Mundi á rýbennum. Búið með teleportið sitt. Búið með komið bak á tröllum. Mundi finnur Dórtingul hins vegar. Stíl hins vegar og Snorlax taka sitt hvorn tröllið og já, þetta er erfitt, gálgafresti missi mekk. Þetta er svolítið bara hreinsun hjá böðlum núna. Fúþark legendið á senninum með 3 pikkir í clean-upinu. Fúþark rýma líka næstu yfir Kung Fu Spark sem er með melee hans sen. Ekkert næstu því, það er ansi langt frá því en við látum að líka með til hluta því að bæði liðin eru komin upp á high ground. Nema Stíl sem eru Winstoninn að pússa pilotinu. Já, og svo Tracer Duel hérna niður í salóninu. Alveg hörskuleg baráttu milli Munda og Snorlax, en Snorlax finnur Munda! Snorlax finnur Munda og CMD já, reynir að pússa inn en dettur niður og er tekinn út af Stíl. Dórtingull finnur svo trölldráp og já, þá pússa böðlarnir hart. Papaya nær stönninu á Snorlax en finnur hann ekki, nær ekki að klára hann. En já, Snorlax fann hann að eiginlega. Stíl situr hérna bara rólegur á pilotinu og heilsar. Já, búinn að spreyja á það, merkja sér það. Greinilegt að, já, hundar merkja með því að pissa en apar merkja með því að spreyja. En já, Mundi virðist alltaf kontesta hann eitthvað. Pulsebombi kom inn fyrir út frá Snorlax en fann engan. CMD er orðin virkilega lár hér. Stórt anti-nate hjá Númling. Já, trölladráp nálgast nanóið. En það er mikið að últum til að böðlum 5 stykki. Og hér kemur eitt þeirra út. Kemur Nano á Fúþark af öllum mönnum. Sem er slípaður. Papaya hendir í deadeyið. Tekur engan, El Maestro hendir svo í, jú, hann nær Stíl fyrirgjöðu. En fer svo í, já, grafið frá El Maestro sem að fellur fyrir hendur Munda. Fúþark tók trölldrafa með hann. Dórtingull hendur í deadeyið. En það fara bara allir inn á salúnið í feluleik. Fúþark eins og tekur CMD þegar hann er að stökkva á hann. En tröllin er að ná að tefja samt sem áður. Gálgafrestur með sína sprengju á meðan að Snorlax sprengir eiginlega með minnisprengju. Minnisprengju? Já, allavega minnisprengju heldur en gálgafrestur notaði. Fúþark finnur Papaya en já, tröllin er að ná að kontesta þetta fjandi lengi þó að fætið hafi verið löngu tapað og CMD hendur í Primal Blade til að tefja ennþá frekar. Kemur að forsa trans út hjá Fúþark, Stíl hins vegar finnur Munda, kominn á boltan, Númling og Dórtingull taka sig út til portinn, Papaya hins vegar svarar. En böðlarnir klára þetta fæt og hafa 4,5 mínútur til þess að komast, já, ekki einu sinni allarlega á leiðarenda því að tröll komast ekki alveg alla leið. Númling með tryggja gálgafrest. Þetta er erfitt fyrir tröll. Þetta er mjög erfitt gálgafrestur, kannski full gráður þarna. Snorlax tekur trölladráp og já, böðlarnir íta bara hart inn hér, CMD líklega til að falla næst. Gerir það. Og já, þetta er, lítur vel út fyrir böðla sem að eiga Nano og Mines og bráðum Pulsebomb. Mundi á Pulsebomb hins vegar í tröllum og Egillari á rallyið en að Brigitte. Það kemur út. Greinilega til að verjast Snorlax, Pulsebombinu. Mundi hendir í Pulsebombi sitt en finnur heldur engan. Nanoið kemur út frá Númling. Og nú þarf hluturinn að gerast hér. Pilotið er alveg að snerta. Alveg að snerta og böðlarnir er að taka
öll tröllin í bakariði hérna og íta og alla þetta leið. er búið. 2-0 fyrir tröllum. 2-0 fyrir tröllum. Fyrir böðlum. Já, við erum ruglaðir, auðvitað fyrir böðlum. Böðlarnir virkilega sterkt lið, eins og margur veit náttúrulega mikið af landsliðsmönnum þar. Sjáum við play of the game frá Steel. Play hjá Steel. Þarna, já, var hann með 2 assist fyrir út af bongóinu og náði svo 2 pikkum og átti hlut í 3. Virkilega vel spilað, góður tankur Steel. Já, en hér ætlum við að taka eitt timeout á meðan leikmenn fá sér svona pásu. Já, við hlökkum það bara til að sjá okkur leið að því er lokið. Jæja, mættir aftur og þvílíkt fjör. Þvílíkt gaman. Það er ekki ennþá komið í ljós hvert næsta mapp verður. Já, það er 2CP eða Assault. Já, svo mikið vitum við. Hér stingur CMD upp á því að hreinlega sleppa 2CP og fara beint í escort. Held reyndar að verði spilað eftir reglum. Hvað finnst þér, Sævar, brottfar okkar ástkæra Jeffrey Kaplan? Æ, ekki minna mig á það. Fyrir þá sem ekki vita, þá sem sagt, sagði Jeff Kaplan af sér sem Game Director hjá Overwatch í vikunni. Mikill missir fyrir Overwatch samfélagið. Já, nei, ég minnst það bara voða sorglegt. Maðurinn er bara standa sér gríðarlega vel. Já, æðislegur maður og virkar hjartahlýr á mann.
Já, svo líka bara hefur pappa Aron bara ekkert sama ring to it og pappa Jeff. Já, rétt. Það er ekkert jafn gaman að öskra Aron þegar eitthvað er ekki að virka og það er að öskra Jeff. Nei, segðu. Jæja, það er Anubis sem verður fyrir valinu. Tröll fá að velja það hér. Við erum sér Tröll gera það mjög vel á Anubis í fortíðinni. Já. Sjáum reyndar Tröll gera margt mjög vel, mjög oft. Já, algjörlega. En sérstaklega ýmislegt. Nei, já, þeir voru virkilega flottir á Anubis daginn, hvort það var á móti Selum. Það verið? Nei, það var held ég á móti Höfðingjum, ef mér skjáttlast ekki. Þegar Sindri tók hérna þetta svakalega nanoblade. Þetta meina það? Já, náði 6 leikmönnum í einu á pointi 2. Já, deflectaði síðan High Noon. Já, einmitt. Og rosalegu leikmaður Sindri. Og hver missir á því að hafa hann ekki hér, en já, af því að hann á svo stóran hluta í því líka að liðið sé það sem það er, en Papaya stendur sig gríðarlega vel í að fylla í fótsporin. Já, mér finnst það. Virkilega góður leikmaður. Já, hér eru liðin komin á Winston Diva og Sombra hjá Böllum. Já. Þetta verður eitthvað. Defense Sombra. En Tröllurinn er hér komin á Double Bubble sem að þau hafa nú, nei, þau skiptu yfir Diva. Já, en mundi virkilega góð fara eins og við höfum séð á Papaya og Vitto og verður gaman að sjá hvað þeir gera hér. Já. Hins vegar verður ekkert nanofarming hér frá Tröllum vegna þess að, já, Trölladráp er að spila Moiru í staðinn fyrir Hér tekur stíl mjög áhugavert positioning. Og drepur Papaya. Fyrsta pikki þessa maps. Og hakkar litla healthbackið. Stíl er hérna fyrir ofan Tröllin að horfa niður á þau meðan þau púsa inn. Já. Droppar niður á Trölladráp. Hér eru Gálgafrestur og CMD. Já, þarna að nálgast Böðla liðið. Færa sig óðar nær en Snorlax tekur Trölladráp og Futhark nær pikkinu á CMD. Futhark er náttúrulega rosalega á svo senn og Snorlax ætla greinilega að vera pirrandi fyrir Tröllin. Tók mekki núna af Gálgafresti sem er tekin út af Dortingli. Og já, Mundi og Egill komnir á point 2. Egillar er tekin út en Mundi að ná í healthpakki undir pointinu. Þetta er já, mikil pressa sem að Böðlar setja á hann til þess að þvinga hann til að komast alla leið þangað. En Böðlar er konið tilbaka. Futhark við pikkið á CMD. Stílinn svegar með Papaya og Gálgafrestur missir meg. Þetta er erfitt en já, Mundi með Barasi snemma eins og ævinlega en tekin út. Góð tilraun, ekki nógu góð, því miður. Gerðu hvað Futhark er að poppa oft upp í killfeedinu. Já. Hann er góður. Það var lengur vitað. Hér eru Böðlar konur með EMP og Nano. Já, þeir eru eiginlega bara nálgast öll ult. Nano Cowboy, já, eiginlega. Á meðan Tröllin eru, já, með eiginlega ekki neitt og EMP-ið kemur út og það er snöggt gaman. Því að, já, Tröllin falla bara nánast samstundis. Gálgafrestur, mikið stakkirar hér, bodyblokkaður og hakkaður og ég veit ekki hvað og hvað. Hakkaður aftur og svo drepinn. Virkilega mikið stakkir. Þetta var nú sóðalegt hjá Böðl. Þetta var vel spilað hjá þeim. Og já, CMD, nei, gott ef að, já, Nanoði kom út einmitt á stíl frá Númling í síðasta bardaga meðfram EMP-inu. En hér kemur CMD inn. En Futhark hendir í Transcendence og Dortingull í, já, Deadeye-ið. Virðist ekki hægt að finna neitt. En það skiptir ekki máli því liðans er að drepa alla hér. El Maestro, Númling, Dortingull, allir fá að vera með í partíinu hér. Lítill tími eftir fyrir Tröll og lítið af ult með boði. Í rauninni bara Gálgafrestur með Divabomb.
Lítur ekki vel út, 50 sekúndur. Skemmtilegt hvað böðlarnir, já, dreifa finalbónum vel á milli sín. Greinilega vil ekki skila neitt út undan. Snorlax aftur komin í bak hérna, gríðarlega böggandi greinilega. Já, ótrúlega duglegur í því að draga athyglinna. En hér kemur, já, bomba frá Gálgafresti! 3 pikk hérna. Þetta gæti verið himnasendingin sem að tröll þurftu. Gálgafrestur, off-tanking knái, sem við þekkjum öll og elskum. Með rosalegt play hér. Gríðarlega vel spila. Gálgafrestur! Tekur pointið hér. Snorlax virðist alltaf gera tilraun til að stoppa þetta. Já, Steel hendur í Primal Rage til að telja. Og nær Papaya ætla böðlarnir að ná að stoppa þetta hér. Ég trúi því valla mundi nær El Maestro. Egill Ari tekur Steel. En EMP-ið hjá Snorlax! Snorlax. Er það nóg? Það er spurning, nei, mér sýnist ekki. Það er tekið, það er búið að taka pointið. Pointið virkilega vel gert þarna hjá Gálgafrest sem að brauti þetta algjörlega upp fyrir liðið sitt. Algjörlega, góð tilraun hjá böðlum að stoppa þetta. En tröll tóku þetta. En já, núna er Selfie tilbúið hjá El Maestro og Dordingur með Hænun Papaya sömuleiðis. Mundi í flankmissjóni hérna er komin tilbaka. En fyrir strax inn aftur. Gálgafrestur og El Maestro í baráttunni, Númling og Dordingur taka Papaya á Munda og El Maestro heldur í Selfie-strökt. Gálgafrestur hins vegar tekur Baby Demon á meðan og CMD Steel en Futhark tekur trölladráp og já, ekki mikið af híli að fá fyrir Gálgafrest og CMD sem að falla að lokum. El Maestro ákveður að skipta hér yfir í Sariu en Gálgafrestur komið með annað self-destruct liggur við. Ótrúlega leikmaður. Virkilega góður. Spurning hvort hann reynir eitthvað sambærilegt og rétt á hann. Já, hér eru tröll að við fá nánast öll últi sín. Já. Smá eftir í hjá trölladrapi, en sjáum hvað gerist hér. En hér kemur Hænúnið og bítið. Steel hins vegar tók Papaya út á meðan hann Hænúnaði. Gálgafrestur reynir að vernda CMD vinsinn. En Dordingur til trölldrap og Snorlax Egill og ekki til í boði. Ekki til í boði og þá deyja þeir. Engin bomba. Og greiði Gálgafrestur enn eina ferðina eftir á pointinu með böðlum. Hann er, já, böðlarnir greinlega standið nafni og láti eins og hans í businn. Böðlast algjörlega með hann hér. Þetta er ljótt að sjá. Leiðilegt að vera Gálgafrestur í þessum aðstæðum. Og hér eru, já, böðlarnir núna að nálgast all sín últ. Bara El Maestro sem er langt frá því. Gæti komið slatti af últum út hér. Það sem það eru 8 í boði. Í heildina. Tröllin fara vinstra megin. Spurning hvort Gálgafrestur ætlar að henda í self-destruct inn á pointið. Gæti vilja beita búbluna út frá Steel fyrst. Kemur hakk út frá Snorlax. Úff, og bara 30 sekúndur eftir fyrir tröllin. Gálgafrestur tekur Steel og bakkar svo bara út. Veit að, já, það er ólíklegt að taka þetta núna en það er bara 15 sekúndur eftir. Þeir þurfa eitthvað rosalegt og þetta er dýrt Snorlax. Snorlax og Futhark leikað á hér grátt. Tröllin. Það sem byrja hvort það er tíma til að koma sér inn. Já. Já, CMD pappa Primal Rage til að komast á pointið. En slípaður fyrir undan pointið. Kemst hins vegar inn. Ásamt Agli. Papaya hendir í, nei, Dordingur hendir í Hænún en finnur engan. Bomba frá Gálgafrest. Kemur líklega bara ekki, eða hvað? Lítur ekki út fyrir það. Egill Ari er hérna að reyna að stóla eins og hann getur, en er tekinn út. En er tekinn út og, já, starrend bara 1 stig fyrir tröll í þessu rándi. Það er bara svo leys. Sem að, já, má segja að sé stórum hluta til þöggs í Gálgafrest sem að átti rosalega bombu. Virkilega góð og bara, hann átti þetta. En já, mér finnst Snorlax búinn að standa svolítið upp úr hjá böðlum hér. Búinn að vera duglegur að farma EMP-ið, valda tröllunum vandræðum, tefja þá í að reyna að pússa inn og, já, fá mikið valjú líka þegar þeir að reyna að bakka út. Já, þess má geta að það er nýbúið að buffa Sombru. Þannig hún er enn betri en hún var. Það er rétt hjá þér.
Og spurning hvort að þetta verður síðasta roundið hér ef að böðlarnir ná að taka bæði point eða fyrsta point og 33% á seinna pointi að þá er þessi leikur búinn, úrslita leikurinn. Hér er Snorlax komin yfir á Symmetry. Virðist alltaf að Terraporta liðið sitt á point. Eru samt með Apa alltaf að stökkva. Vilja greinilega fara gríðarlega hratt inn hér nema þeir ætla að reyna eitthvað skemmtilegt TP-strat til þess að koma sér á pointið. Fara í einhverja skemmtilega leikfimi. Galgafrestur heldur sig á dífunni sem hann er svo góður á. 3, 2, 1. Attackers incoming. El Maestro kominn yfir á Apan. Nei, ég er ruglaður, hann er á Sarju. Það er stíl sem er Apanum. Mér fannst þetta líka eitthvað skrítið. Tröllin eru dreifð hér. Já, Snorlax komin yfir á Vítumeikar. Það er rétt. Papaya heldur hægant Bard, já, Dortingur tekur CMD en Galgafrestur, El Maestro. Galgafrestur þarf að koma sér út hér og gerir það. Var í erfiðri stöðu og Mundi spammar og fjarlægð. Nú eru, já, 3 böðlar að mæta upp á high ground til Papaya og Galgafrests. Hætta hins vegar við það eða hvað? Nei, ákveða svo að koma. Galgafrestur reynir að brjóta búmlinn á stíl sem er að reyna að kappa pointi en CMD reynir að sjá við honum. El Maestro finnur Egil og Munda, Snorlax og Munda. Þetta er að verða erfiðara fyrir tröllin hér að halda þessi pointi eða hvað. Futhark finnur trölladráp og já, ekkert heal í boði. Þá er þetta fljótt að klárast. Papaya hins vegar tekur stíl með sér en það er ekki nóg og já, tröllin taka þetta point væntanlega. Mundi reynir að spamma aðeins til að fá sér meira útcharge. Böðla með þetta point. Það er að verða komið kappa bara með einum, áhugavert. Kostar smá tíma. En já, þeir hafa samt 5 og 20 þannig að þeir hafa kannski ekki miklar ágjur. Trölladráp er með nanoið, notar það líklega á CMD. Mundi að nálgast bara að það er mikið á últum á leiðinni í báðum liðum. Virkilega mikið. Ef þessi bardagi, já, fær að lifa aðeins að þá fá að sjá líklega slatta af últum því það er mikið í húfi. Kemur fyrsta, Snorlax hendir í wallhacks og El Maestro tekur Munda sem tekur hins vegar Dortingur á móti. 1 fyrir 1 en Futhark tekur Egil og hér koma böðlarnir á point en já, Bob kemur út frá Papaya og bomba frá El Maestro. Snorlax tekur Papaya út og já, það þarf bara 33%. Galgafrestur finnur engan bombinu sinni, Snorlax finnur Eilara, Mundi, Númling, Stíl finnur trölladráp og Dortingur svona pointið með hænúninu sínu. Galgafrestur hins vegar er í felum, Papaya tekur Snorlax út. Galgafrestur er að reyna að tefja, tók mekkið hjá El Maestro út ásamt Papaya og CMD komið tilbaka, flest tröllin enda komið tilbaka. Dortingull er óþægilega posísjoni, Stíl mjög lágur, anti-aður, fellur hér ásamt Dortingli en Futhark finnur Munda, Futhark finnur Papaya, Futhark rosalur en slípaður og já, var það lágra hann dó við það. Papaya fær ressið og vel gert hjá tröllum að halda þessu, kostaði hins vegar mikið á últum en það er allt í lagi að því að já, böðlarnir notuðu öll sín að ég held í þessum bardaga. Reyndar komnir langleiðina með 2 aftur. Mundi kominn í Pulse Bomb, Papaya skiptir í McCree. Spurning hvort að Mundi reynir að nota sitt Pulse Bomb early. El Maestro á Sarjunni í staðinn fyrir dífu núna. Böðlarnir fara allir vinstra með pointið. Hér kemur Pulse Bombið, finnur engan frá Munda og böðlarnir, já, púsa inn á point. 3 mínútur, Futhark lár en já, virðist alltaf að lifa þetta af. CMD slípaður. Mundi hins vegar vinnur Snorlax í einvíginu, treysir einvíginu en Futhark tekur CMD. Galgafrestur, nær El Maestro. Futhark
neyðist til að nota Transcendence, gálgafrestur missir mekkið. En það mikið að tröllum eftir, gálgafrestur eins og að tekin hér út. Steel fær Nanoið. En þá fer CMD í baklínuna en það skiptir ekki máli því hann slípaður. Dordingull, Últar og Böðlar eru búin að vinna þennan leik. Ég veist, Egill hafa því miður sína einað. Virkilega vel spilað hjá Böðlum og innilega til hamingju með fyrsta sætið. Gálgafresturinn sem er play of the game, ég sáu þessa umtöluðu bombu. Falleg bomba. Fer inn í herbergi að ég held. That's the money shot. Þetta er rosalegt. Þræðir nálina þarna inn í herbergið og finnur 3. Virkilega vel spilað. Já, það er staðfest. Böðlar eru sigurvegarar efri deildar í þessu sísoni og tröllin í öðru. Og það verður gaman að fá þessa leikmenn í viðtöl sem eru svo gríðarlega sterkir. Virkilega góð lið. Við erum að horfa á einhverja bestu leikmenn landsins. Eftir við. Spurning hver fyrsti viðmændi verður úr hverju liðinu. Alltaf byrja á að koma hér í viðtal við okkur. Sýnist, já, CMD og Egillar eru mættir hérna til okkar. Velkomnir. Sælir. Hvernig syngur ykkur eftir þennan leik? Við erum bara nokkuð góðir sko. Það Já. svekkjandi að hafa ekki getið komið með skemmtilega leik fyrir áhorfendurna en ég meina. En það er kannski fyrst og fremst til hamingju með annarsætið. Já, takk fyrir það. Það er alveg stórt. Mannsins sáttið með það. Já. Já, eru þið ekki bara ánægðir með frammistöðun ykkur í mótinu heilt yfir? Jú, algjörlega. Við vorum svolítið að ræða sko, ef við hefðum ekki unnið á í, þriðju viku, þá hefðum við líklega unnið á núna sko. Já. Það er ekki svona tilbúinir. Já, algjörlega. Þið hefur kannski bara betur sleppt í þá. Já, náttúrulega. Já. Það er bara að tapa þeim leik. Já, gaman að sjá til dæmis eins og á Hollywood hvernig þið býðið með að engage að þangað til að Nanoið komið inn og svo bara stökkuð inn og bara hreinsið pointið upp á stuttum tíma. Já, einmitt. Þeir líka ankoru sig þarna upp á punktinum og það er líka hægt að gera neitt annað. Við getum ekki fætað það nema við séum með eitthvað svakalegt ult advantage. Og svo eru þeir líka bara gífurlega góðir í þessu double shield dæmi, þannig að það er mjög mikið ströggul að reyna að brjóta þetta hold. Einmitt, það finnur þannig. En það tókst hjá okkur þarna og virkilega gaman að sjá það. Já. Algjörlega. Og sömuleiðis góð tilraun hjá ykkur í vörninni en því miður voru þeir bara tilbúnir. Já, þeir voru rosalega undirbúnir fyrir þetta og náttúrulega alveg gífurlega góðir spilarar líka. Já. Fúttark og Guðrússon. Já, það er ekki að djóka. Fáránlega sko. Við vorum einmitt búin að vera að ræða það. Fór þarna inn á móti ykkur 6 og tók 2 út. Já. Hérna, ætlið þið að taka þátt í season 3? Já, það stefnum á það en við erum nú flest allir fullorðnir menn og það eru svona spurning að finna tíma sko en það er ekki sem áhuga að ræða. Já, ég gera það nú fyrir áhorfendur og okkur. Já, það er ekki það sko. Er eitthvað sem ykkur finnst þið svona þurfa að bæta umfram annað fyrir næsta season sem lið? Já, okkur langar held ég að verða betri bara á svona meiri mismunandi kompum, þannig að það sé ekki hægt að svona hard counter okkur. Þið eru náttúrulega mjög öruggir á þessu double bubble kompi og hafið sýnt það en hafið svo verið að spila dífa aðeins með því? Já, það er náttúrulega ekkert endilega krafa að Zarya sé inn í þessu. Það er í rauninu bara tilgangur með Zarya bara að passa að Monkeyinn komist inn án þess að vera bara brendur. Einmitt. En dífa virkar þess vegna líka alveg fyrir það en það er bara svona. Já, og gálgafrestur er alltaf svakalegur á þessari dífu, ekki að djóka. Já, ég sá þessa bombu. Jesús maður. Þetta var bara, hvernig hann bara þræddi þetta sko, þetta var rosalegt. Já. En maður hefur nú séð líka alveg svakalega tilþrif á honum áður á þessari dífu sko. Já, við vorum að lýsa leikina, hvernig var það, daginn bara. Hvort það var ekki móti Selum. Já, það sem að hann var náttúrulega svakalegur. Já, á Harna Dorado, en þið náttúrulega bara allir, ég meina, maður sér það alveg að þetta er team effort og bara þið spilið mjög vel saman sem lið, maður bara einhvern veginn sér það sko. Já, við kannski vorum smá sloppi í dag en það er náttúrulega líka kemur að andstæðingarnir voru með gífurlega pressa á okkur. Já, einmitt og ég meina náttúrulega það kannski
erfitt að svekja sig of mikið á því að tapa á móti þessu liði sem að er náttúrulega, já, mikið af landsliðsmönnum og strákar sem eru búin að spila saman líka mikið lengi. Já, svo ætla nú ekki að minnast á þetta buff sem kom hérna á 50-daginn. Skilja Sombru bara randlu Og gera það vel. Hann var að fara virkilega illa í ykkur. Snorlax er sjóðheit Sombra, sko. Já, maður sá það aldeilis. Hvað tekum við núna? Ætlið þið að æfa eitthvað meira, grimma eitthvað í framhaldið, eða ætlið þið bara að taka ykkur pásu og bíða næsta season kemur, eða þú veist, hvað er stefnan? Við spilum líklega bara svona aðeins léttar en við gerðum á meðan season er í gangi. Tökum bara svona nokkra leiki á viku til að halda okkur við efnið og komum svo bara sterkir inn í næsta season. Meðan við hvað fólk getur gert. Já, Það er ekki að gera neinn loforð. algjörlega. Já, maður verður að hafa tíma fyrir sjálfs líka og fjölskyldulífið og svona. Nákvæmlega. En þetta er ótrúlega gaman að fylgjast með ykkur og bara frábær árangur í mótinu. Heilt yfir. Takk fyrir það. Er eitthvað sem svona ykkur langar að koma framfæri til lokin? Mér langar að byrja því að gefa shoutout á tröll_OMVAF Twitter eða okkar. Og Ok. mér langar svo að gefa Fúþark og Snorlax feitt MVP. Einnig. Náttúrulega rosalegir. Og Stíl einnig búinn að bæta sér rosalega mikið á abanum síðan við sáum hann senast. Já, ég heyrði eitthvað út undan mér að þegar það fengið smá sjokk þegar þið hafið náð að svara þeim í fyrir leiknum og reynda að taka sér svolítið saman í andlitinu og fara að æfa svolítið hart. Já, nákvæmlega, það er það sem ég segi, sko. Ef við hefðum ekki unnið þennan fyrirleik, sko, þá væri þetta allt önnur saga. Þá væri þeir ekki allt tilbúinir, sko. Já, því kannski það stólið fyrsta setinu. Ég gera það bara næst, leggist á teikniborðið og draftið upp einhverja svakalega taktík sem ég búist ekki við. Nákvæmlega. En þá þökkum við ykkur bara kærlega fyrir bæði að koma hérna og spjalla við okkur og bara, að fá að fylgjast með ykkur í gegnum þessa deild. Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt ferðalag. Takk fyrir það og takk fyrir kastið, meistarar. Algjörlega, minnsta málið. Farið vel með ykkur. Takk. Sömuleiðis. Jæja. Og þá eru mættir til okkar, Fúþark og Númling, velkomnir. Halló. Hvernig syngur í ykkur eftir þennan leik? Já, léttir á manni sko. Já, Ég held við erum bara báðið mjög ánægðir með frammistöðu, bæði okkar og alls liðsins. Mjög stoltur á liðinu sko. Bara til hamingju með þennan sigur. Takk. þetta takk fyrir var það. flott spilað. Það voruð þið, tröllin náttúrulega náðu að taka ykkur síðast, ykkur kannski svolítið á óvörum. Voruð þið stressaði fyrir að mæta þeim aftur? Það er svona hungraði bara, myndi ég að segja sko. Já, Það er að sanna sig sko. já, kannski spurningum stress, við vildum sanna okkur að það sem sást í round 2 á móti tröllum var ekki það besta sem við gátum spila og ég held að við sönnuðum það núna. Já, ég meina, Snorlax kemur inn á þessari Sombru, getum við aðeins talað um það. Það var rosalegur. Snorri er eldgamalt Sombra player, sko, hann var að spila þetta allan tíman þegar litla GOATS-dæmi var í gangi, það mátti enda. Já. Einmitt. Hann var á Sombra á fullu þá. Já, og þú náttúrulega á þessum Zenyatta, það var nú Ekki að djóka. daldi kvarta undan þér í viðtalinu hérna undan. Litla Engin one-man betri, army þannig. Þetta er specialty, sko, það er eiginlega ekki hægt að segja neitt annað. Þetta er Náttúrulega, ég verð að þakka Núma fyrir það, að geta, sko, þetta er ég og Senn náttúrulega, en Fúþark, Númi á einu, færi mikinn heiður yfir því að geta, bæði haldið mér á lífi og, haldið restan af liðinu á lífi. Þetta er gríðarlega erfitt komp að spila, en við Númi náttúrulega erum með mikla reynslu saman og það hjálpar alveg rosalega. Þannig að þú Svo meina það hann sé svolítið líka að enabla þig og gefa þig tækifæri á því að skína. Alveg rosalega mikið, sko. En það er líka með að spila þetta komp sem við spilum annars en þá þarf náttúrulega, við þurfum mikið pláss sko, þetta er mjög svona squishy. Þannig að hafa svona gæði svo Stíl og Snorra sem geta búið til space bara tveir saman, bara verið algjörlega bara on their own. Það hjálpar rosalega sko. Já, einmitt. Eru þið, ánægðir með frammistöðu ykkar í mótinu heilt yfir? Mjög. Ég myndi segja það, alltaf sérstaklega eftir round 2. Ég man,
eftir ósigurinn móti Trölli, mér fannst sjálf mér spila gríðarlega illa í þeim leik. Spilaði miklu verið en ég vissi ekki að spila hann það kveikti svolítið í manni og ég held að kveikti í öllum. Við eigum til að vera svolítið hægir einn leikinn í öllum mótum sem við tökum þátt í, sko. Já, Það er svona snemma í mótinu að fæ maður svona smá rasskellingu og þarf að vakna. Það kemur inn svolítið kokki, sko. Ég myndi alveg algjörlega viðurkenna það að við vorum mjög hrókafullir gagnvart Tröllum á þegar við spilum við á fyrst og við vorum ekki að búast við því sem ég gátti komið með. Við vanvirtu það svolítið og náttúrulega það sýndi alveg að við töpuðum en. Og þeir bara nýttu sér það? Þeir nýttu sér það, við vorum ekki tilbúinir en eftir það við fórum. Myndi hendi sko, við vorum ekki að vera það nógu mikið. Já, Mundi svakaleg fara. Já. Akkurat, en við fórum tilbaka. Ég var að spara þetta. Við fórum tilbaka, við vorum tilbúinir núna og við erum búin að vera að bíða eftir þessu, sko. Allt mótið. Ég trúi því. Heila mánuð. Og gaman að fá þá að gera þetta í úrslitaleiknum. Akkurat. Þetta er ekki flokkið nefnilega. Nei, svo náttúrulega, einmitt, mér finnst það persónulega ágætt að fá svona pínu blauta tusku í andlitið snemma til þess að maður fatti, já, ég þarf samt að halda mig við. Já. Akkurat, það er mjög heppilegt að við höfum efni á því að tapa leik og samt komast áfram náttúrulega. Þetta verið einhvers konar single elimination mót, það hefði ekki farið svo en. Við notum þessa blautu tusku og við... Hentum henni tilbaka. Akkurat, hentum henni tilbaka. Já, ætlið þið að taka þátt í season 3 í sömu mynd? Já. Það er liðið ykkar? Það kom í ljós bara, sko. Ég er pepp en það verður bara svolítið að koma í ljós, sjá hvað gerist. Örugglega. Stefnum á það. Já. Og er eitthvað sem svona ykkur finnst að þið sem hópur þurfið að bæta umfram eitthvað annað? Já, eftir framistöðun okkar í þessum úrslitaleik myndi ég segja nei, það spilaði allir greiðarlega vel, en það er náttúrulega alltaf hægt að bæta eitthvað pingulítið sem maður tekur eftir einn daginn og segir síðan, já, heyrðu, við getum bætt þetta. Shoutout El Maestro, hann steig upp rosalega í finalleiknum. Já, algjörlega. Spilaði greiðarlega vel og náttúrulega Þórnir líka litli diamond playerinn mættur. Já, litli diamondinn. Spila með gæðum 1000 þessar yfir og... Einmitt, það er svakalegt. Stiffa þá. Já. Hann er demandurinn ykkar. Hann er demandurinn. Nakarinn mættur maður. Já, ætliði, eru þið þið náttúrulega hafa kannski spilað saman í eitthvað tíma, svolítið lengi, sérstaklega þið tveir, en þið hafa væntanlega spilað svolítið með allavega Snorra, eða ekki? Snorlax. Ég held þegar kemur að mér nú með Stíl og Snorlax, allavega fyrir mig þá hef ég spilað með öllum þeim svona jafn lengi. Ég veit ekki hvað nefnir núma? Hvort spilar eitthvað með Stíl áður? Ekki mikið, sko. Þetta er basically bara síðan 2019 World Cup. Það svona komist allir saman. Sama hér, já. Og ætlið þið að taka því rólega núna í framhaldið eða ætlið þið að halda áfram eitthvað að skrimma eða hvað er stefnan? Það er örugglega smá hlé í bilið, sko, á þetta lið. Það er framhaldsskólamót fyrir mig núna í júní, held ég. Já. Ok. Það verður tekið eftir því, fyrir Stíl líka. Tækna á móti MH verður hörkuleikur, sko. Ég er að auglýsa bara núna. Já, ok, töff. Og hvor linn ert þú? Ég er í MH, Stíl í tækna. Já, ok. Þetta verður hörkuleikur. Já, ég held það, sko. Alveg rimma. Ég ætlaði kannski aðeins að plugga því inn að Overwatch Iceland mun sýna ykkur af framhaldsskólaleikjunum. Jæja. Nice. Tíðs veisla. Gekkið. En allavega til að svara spurninginu fyrir liðið liðið sjálft það tekur smá hlé. Ok, þá er bara spurning hvort það sé eitthvað sem þið viljið koma á framfæri svona undir lokin. Shoutouts á Egill Lara. Já, Fyrir að vera MVP í hinu liðinu. Þetta er bara, ég er stoltur af kallinu, sko. Hann kemur í main support hlutverkið og hann er að standa sig mjög vel bara. Litli up and comerinn, sko. Virkilega góður. Líka bara Trölli yfir höfuð, þú veist. Þeir eru eina liði sem að, þú veist, var eitthvað að raskella okkur, þú veist. Þeir voru svolítið að halda okkur in check, hana.
gaman að spila mútið þeim. Já, það er líka skemmtilegra að fá smá challenge einhvers staðar, sko. Já, Já, algjörlega. Já, nú eiginlega satt að segja, ég má segja það, ég var að búast við, ég var að vonast eftir aðeins lengri ef til meiri spennandi leik, en það kemur fyrir. Já, ég meina. Já, Ég þeir held töluðu að- líka, Ég held töluðu það, Já, nefnilega að, já, ég held að þeir tapa Sindra, það er mjög erfitt fyrir þá, því að hann er svo mikilvægur í, bara í því að tala fyrir þá, þú veist að hann er með reynsluna, hann er með sjálfströðsi í að taka erfið ákvörðunar og make a hero play og allt það, þannig að það að missa hann, þú veist, þrátt fyrir að leikmenninni sem koma í staðinn fyrir hann er með, þú veist, gríðarlega gott aim, það tekur burt samt, tekur burt mentalið, einmitt. það er líka verið skemmtilegra að vinna Sindra að hefna sinna á honum, sko. það líka. Já, strákarnir í Tröllum töluðu það að þeir hefðu eiginlega vilja geyma það að vinna ykkur í deildinni til þess að geta komið ykkur óvart núna. Já. Við Það er grútlegt. Já. Bara better luck next time, er það ekki bara? Það finnir svo leiðis. Season 3. Season Þeir 3. þurfa bara að fara og grenda. Jú, akkurat. Herru, við þakkum ykkur bara kærlega fyrir spjallið og já, fyrir þessa sýningu sem þessi deild hefur verið. Ég segi Og bara bara, já, óskum ykkur bara áfram góðs gengis. Takk fyrir það. takk kærlega fyrir það. Já, þá er bara komið að lokum hér hjá okkur í kvöld. Bara þökkum kærlega fyrir fyrir áhorfið og fyrir það að vera þetta með okkur. Við minnum á það að næstu helgi þá verður sambærilegur útsláttur í neðri deildinni sem að verður ekki í síri, enda mjög skemmtilegi leikir þar á ferð. 4 lið sem að eru komin í þennan útslátt, það eru Hemd, Þorbjörn, Útlar og Berserkir. Og á föstudaginn verða undanúrslitaleikir Hemda móti Berserkjum og Þorbjörn móti Útlögum og á laugardaginn sömuleiðis leikur um 3. sæti og leikur um 1. og 2. Og við bara bíðum gríðarlega spenntandi næstu helgi því að það verður mikið fjör. Svo held ég að við ætlum að spila nýtt highlight hérna í áður en við förum, en við kannski bara ekki nýtt highlight en allavega highlight, við ætlum að spila highlight áður en við förum. Algjörlega. Við kannski bara kveðið þá í senn. Já, þökkum bara kærlega fyrir okkur og bara takk æðislega fyrir með okkur. Ég er Bjartur Hafþórsson eða Sakila. Og ég er Sævar Snorrason eða Asetia. Og bara takk kærlega fyrir að vera með okkur og njóti kvöldsins og ég held að það sé community night í kvöld, þannig að kannski kíkja á það og njóti þessa highlight sem við erum að fara að sýna. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.